Komið sæl, Sigrún Helga hér og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla línulega aðhverfsgreiningu í tölfræði frá grunni og við ætlum að fjalla einfalt línulegt aðhverf, fyrsta hluta. Hvað línuleg aðhverfsgreining? Línuleg aðhverfsgreining er tölfræðiaðferð sem við notum til þess að kanna samband tveggja talnabreyta. En við gerum ráð fyrir því að það sé hægt að lýsa sambandi þessara tveggja talnabreyta með jöfnu beinnar línu. Og línuleg aðhverfsgreining er sérstaklega mikið notuð þegar við gerum ráð fyrir að önnur breytan sé svarbreyta og hin breytan sé skýribreyta. Það er hægt að útvika hana þannig að við getum verið með fleiri en eina skýribreytu eða skýribreyta sé ekki endilega talnabreyta, hún getur jafnvel verið flokkabreyta. En við ætlum ekki að fara út í þá sálma hér. En skoðum þetta aftur að við erum með tvær talnabreytur svo ætlum að bera saman. Skulum gera ráð fyrir því að önnur sé svarbreyta og hin sé skýribreyta. Og þegar við framkvæmum einfalt línulegt aðhverf þá gerum við ráð fyrir því að það sé engin óvissa í mælingunum á skýribreytunni. Það er að segja að skýribreytan okkar að hún sé ekkert slembin sem er oft orðað þannig að hún sé föst. Og það er engin óvissa í breytunni sem við notum sem skýribreytu. Hins vegar getur verið óvissa í mælingunum á svarbreytunni. Hún er slembin. Og að dreifingin á þessari svarbreytu er einhvern veginn að vera háð skýribreytunni. Þess vegna notum við upsilon og stórt upsilon til að tákna svarbreytuna, alveg sem notum stóra staf til að tákna slembistærðir. Við notum lítið x til að tákna skýribreytuna til að minna okkur að það að við höldum það sé ekki óvissa í mælinguna á skýribreytunni og við vitum nákvæmlega hver gildin eru þar. Hér er dæmi að við ætlum að skoða samband ummálstrés og rúmmáls þess timburs sem að gefa af sér. Þá er skýribreytan okkar hérna á x-ás og það er ummál trésins og við gerum ráð fyrir að við vitum það nákvæmlega að það sé ekkert slembið í því hvernig við mælum ummál trésins. Hins vegar getur verið einhver slembni í því hversu mikið rúmmál á timbri fæst fyrir tré með eitthvað tiltekið ummál. Fyrsta skref sem við ættum alltaf að gera í línulega aðhverfsgreiningu væri að teikna upp gögnin. Þá teiknum við með skýribreytuna á x-ás, svarbreytuna á y-ás. Og línulega aðhverfsgreiningu er bara hægt að nota þegar sambandið milli breytanna tveggja er línulegt. Þannig við horfum á það hvort okkur finnist punktarnir geta dottið einhverja beina línu eða það getur verið línulegt samband á milli þeirra og við viljum alls ekki sjá eitthvað samband sem er ekki línulegt, til dæmis eða væri U-laga eða eitthvað annað. Og ef við teljum að það væri einhver góð leið til þess að meta línu gegnum punktana, þá erum við hæfi að nota línulega aðhverfsgreiningu. En þá vaknar upp spurningin, hvernig eigum við að velja bestu línuna til þess að fara gegnum punktana? Hérna eru sömu punktarnir og ég er búin að teikna í ganni alls konar línur sem liggja hérna í gegn. Hvernig veljum við hvaða lína lýsir sambandinu best? Já, því að það er aðalmarkmið okkar í línulega aðhverfsgreiningu að finna línuna sem lýsir sambandinu best. Aðferðin sem við ætlum að nota til þess að velja þá línu sem lýsir sambandinu best